Já, fundurinn sem sagt tekinn upp og það eru nokkur sem eru á Zoom. Við ætlum að byrja eftir að ég segi frá nokkrum praktískum atriðum, ætlum að byrja hugleiðslu. Svo kynningin, það má spyrja spurninga meðan á kynningunni stendur, en það væri gott ef það væri bara þegar við erum að klára hverja glæru. Við skulum bara spyrja í lok hverja glæru hvort það sé einhver spurningar. Já. Það gefst ykkur kostur að spyrja. Svo erfitt að spyrja í lokin því að maður ekki. Og það á sama við Zoom að endilega að spyrja eins og allt sem ykkur dettur í hug. Svo líka geta þeir sem á Zoom líka sett spurning bara á spjallið. Já. Bara leiða þeim dettur í hug og við svörum henni þá bara í lok glæru. Ekki? Við skulum reyna að vera nógu tæknilegar til þess að gera. Við erum rosa. Með glærun þau uppi. Ofsalega. En við ætlum að byrja, ég ætla að deila og setja upp glæruna, þessa fyrstu flottu. Og það svo tæknilegt því að við erum með glærurnar fyrir Zoom hér og glærurnar fyrir ykkur hér og svo þurfum við að muna að skipta það. Við gerum okkur besta. Við erum tvær. Yfirleitt þegar við leggjum saman þá tekst okkur þetta svona. Já, á endan. Já. En við ætlum bara að byrja á aðeins að koma okkur vel fyrir og kannski byrja ykkur loka augunum. Slökka á símanum. Já. Það setja á silent ef þeir eru on hjá okkur. Og þið komið ykkur vel fyrir í sætinu og lokið augunum. Og þú byrjar á því að draga andann djúpt, fylla lungun eins og þú getur, þenja út magann og sleppa. Og þú ætlar að endurtaka þetta 2 sinnum. Og við erum ekkert feimin hér. Það má alveg heyrast hljóð. Bara að leyfa líkamanum aðeins að slaka á. Og finna hvernig líkamanum líður örlítið betur eftir þetta. Þú ætlar að finna fyrir iljunum á gólfinu. Þú ætlar að fara í huganum út á grænt gras. Þú ímyndar þér að jörðin sé orðin hlý og góð og grasið grænt og þykkt. Þú stendur með berar fætur út á grasflöt. Þú ætlar að leyfa þér að finna fyrir jörðinni undir iljunum. Finna hversu lifandi móðir jörð nú þegar allt að vakna í kringum okkur. Svo ætlar að færa athyglina örlítið neðar og finna fyrir orkustöð sem heitir jarðarstjarna og rétt fyrir neðan iljarnar. Þú leyfir þér að sjá fyrir þér í huganum þessa orkustöð, finna fyrir henni. Getur skynjað hana. Svarta og hvíta eða gráa, vel silfurgráa, en leyfðu hvaða lit sem kemur til þín núna að flæða orkustöðina þína. Og finndu að leið og þú veitir henni athygli, að þá stækkar hún örlítið og eflist. Leyfir þér að finna þessa mögnuðu orku frá jarðarstjörnunni, finna hvernig hún togar örlítið betur í iljarnar niður nær móður jörð. Svo ætlar að mynda rætur eða styrkja ræturnar ef þú hefur þegar myndað rætur í dag. Nú ætlar að sjá fyrir þér hvar þú hefur rætur frá mögulega mjöðmum eða lærum, njám, kálfum, ökklum eða fætinum, jafnvel bara ilinni. Og þú sér fyrir þér hvar ræturnar byrja að vaxa niður í gegnum jarðarstjörnuna
og áfram niður í jörðina, í gegnum moldina og í gegnum bergið, jafnvel í gegnum vatn sem neðanjarðar og áfram niður í gegnum berg og hraunlög. Alla leið niður að kjarna móður jarðar og þar geturðu séð fyrir þér stóran, tæran kristall. Og þú vefur rótunum utan um kristallinn. Einu sinni, tvisvar og þrisvar. Leyfðu þér að skynja kraftinn sem í kristallnum, kraftinn sem í móður jörð. Og þessi kraftur ætlar að flæða upp ræturnar og leið styrkjast þær enn betur. Krafturinn færist ofar og ofar í gegnum hraunlögin, í gegnum bergið og vatnið og bergið og áfram upp í gegnum moldina. Flæðir inn í jarðarstjörnuna og áfram upp og inn í iljarnar þínar og inn í líkamann. Það getur verið gott að anda orkunni út í allan líkamann þinn. Þessum krafti sem móðir jörð að senda þér hér í dag. Svo dregurðu andann djúpt einu sinni. Finnur aftur fyrir þér í sætinu. Og opnar augun þegar þú ert tilbúin. Velkomin. Gott að sjá svona mörg andlit, bæði kunnuleg og ekki eins kunnuleg. Kannski andlit frá einhverjum öðrum hlutum lífs mín sem ég bjóst nú kannski ekki við að sjá nokkuð tíma hér. Ég er svona ánægð með það. Svona, maður veit aldrei, sko. En við ætlum bara að rúlla okkur á stað. Já. Og við ætlum að byrja á að fara yfir það hvað það sem við bara hafa svolítið heimilislegt. Við nennum ekki að standa upp og messa yfir ykkur, þannig að við ætlum bara að fá að sitja hérna. Ég vona að sé í lagi ykkar vegna. Að hvort þið breytist ekkert mikið þá ég standa upp, ég er mjög lágvaxin. Ég gæti þurft að tala mikið með höndunum. Við erum bara á flug. En við ætlum að byrja þessast á þessari hugleiðslu og í þessari hugleiðslu snertum við aðeins á þessari fyrstu 9 orkustöð sem að við kynnum til leiks. Eða eina af þessum, við reyndar ekki fyrstu orkustöð sem við förum á námskeiðinu, en þetta er svona þessi sem að við leggjum mikla áherslu á að fólk tengist fljótt. Svo ætlum við aðeins að segja ykkur bara frá því hverjar við erum og okkar bakgrunn. Fara aðeins yfir hvað Star Coach Academy, hvað það eiginlega og hver forsaga skólans. Við ætlum aðeins að ræða mikilvægi þess að halda í við orkuna og hversu mikilvægt fyrir okkur að halda áfram og þróa okkur sem andlega verur, því að sú þekking sem var ríkjandi fyrir 20 árum hún náttúrulega góð og gild, en hún hefur mikið breyst eins og allt annað. En því leiðu orkan uppfærist og þá uppfærist líka hvernig við getum nýtt okkur hana. Við ætlum að tala aðeins hljóðskóða og hlutverk þeirra. Svo ætlum við að fjalla námskeið í persónuleg umbreyting sem okkar svona megin stoð í skólastarfinu. Við ætlum aðeins að kynna fyrir ykkur önnur námskeið sem að verða í gangi eitt í vor og annað í haust. Og svo ætlum við að fara yfir dagskrána fyrir þína persónulegu umbreytingu fyrir næsta ár. Sýna ykkur aðeins umsagnir og fá að heyra reynslu þáttakenda af námskeiðinu. Og svo ætlum við að hafa bara almennar umræður og spurningar. Og eins og Alma sagði áðan þá gefum við kost á spurningum í gegnum allan fundinn, þannig að þið þurfum ekki að reyna að muna spurninguna. Já, er það ekki? Jú. Já. Þá fæ ég að byrja. Já. Ég heiti Alma Hrönn. Ég fór ofsalega hefðbundna leið eins og margir.
fór í menntaskóla og háskóla og meiri háskóla og vann í þessum fyrirtækjaheimi þangað til fyrir 4 árum síðan og ég vann í bönkum og fjármálafyrirtæki og ég var í lyfjafyrirtæki, hugbúnaðarhúsi og var yfirleitt að stýra alþjóðlegum verkefnum og var alltaf á fullu. Ein af þessum sem var bara alltaf á fullu, ein með barn og ferðaðist mikið og vildi bara fara í stærri og stærri verkefni og þetta var alltaf að vera mjög spennandi og alltaf fullu. Ég hef verið í félagsstörfum og verið að leiða hópa og kenna námskeið í meiri hlutann af mínu lífi orðið og hef ofboðslega gaman af því. Ég byrjaði mitt andlega ferðalag svona 2006 myndi ég segja, þegar ég kom heim frá Belgíu. Þá gaf ég mér góðan tíma til að finna mér vinnu og mamma búin að vera í þessum málum lengi, þannig að ég fylgdi henni, fór að stúdera alls konar hluti og fór bara á fullt. En ég byrjaði að fara í heilun í kringum 2000 og þá ég farin að vinna með steina og ýmislegt. Þannig að þetta var farið að kalla. En það sem ég geri í dag, ég stenglareiki meistari og kennari og hef verið að kenna það núna í 1,5 ár. Ég hef unnið mikið með heilun í meira en 10 ár. Hef verið að læra miðlun og hef mjög mikinn áhuga á náttúrunni, tengist náttúruverum, vera bara úti, skynja þessa dásamlega náttúru sem í kringum okkur. Verið var rosa mikið fyrst í spilum og alls konar leiðsögn og hef kennt lestur í spil orkusteina, steinarnir fylgja mér alltaf. Kennt heilun, leitt hugleiðsluhópa, ég er búin að vera hugleiðsluhóp núna í 3 ár held ég og núna alfarið að vinna við þetta. Ég sem sagt hætti að vinna haustið 2018 í því fyrirtæki sem ég var í. Þá var ég algjörlega útbrunnin, ég var búin að fara í veikindaleyfi árið áður og flýta mér rosa mikið að vera hress. Maður missir ekkert af þessu sko. En ég vissi samt alveg að ég var ekki þar sem ég átti að vera. Ég var búin að vita það dálítið lengi að andlegu málin væru það sem að ég ætti að gera. En þú veist, hver hættir bara í vinnunni sinni og bara, nú bara ger ég þetta og ekkert annað. En mér var náttúrulega bara skellt beint á andlitið, hressilega og fór í gegnum þessa hefðbundnu leið. Virk og það, batteri allt saman. En við Hrafnhildur fylgjumst nú ofta að, þannig að við fengum ekkert óbúslega mikinn árangur, við vorum dæmdar óendurhæfanlegar og já. Óalandi og óferjandi. Já, allt það. En við vissum alveg að við gætum náð bata, við vissum að það væri hægt að líða betur heldur nokkuð leið. Þannig að þá fáum við þetta verkefni sem við förum betur í hendurnar. Og eins og ég náttúrulega vissi þá þetta það sem ég átti að vera að gera. Og ég bara á mínum besta stað í þessu og ég verið að færa mig miklu meira í það að vera með námskeið, vera með hópa og það það sem að þar mín orka best og þar veit ég að ég heima og þegar að Starbucks var til þá var ég heima. Þannig að ég elska það að vera með fólki sem að vill verða besta útgáfan af sjálfum sér og ef ég get stutt við ykkur og ykkar vegferð að þá mínu markmið náð, þá líður mér ofboðslega vel. Þannig að sjá aðra vaxa því að ég fæ alltaf að vaxa með ykkur. Það bara þannig. Já. Já, bara það sem hún sagði nema ég ferðamálafræðingur. Já, ég heiti sem sagt Hrafnhildur og á mjög svipaða sögu og Alma þegar kemur að vinnumarkaðnum nema hún var í lyfjafyrirtækjum, ég var í ferðaþjónustu. Og ég líka lærður kennari, þannig ég var líka verið að kenna í grunnskólum og var að kenna á háskólastíg á tímabili. Mundið alltaf haust, mundið að reynda svona 2 mánuðum alltaf eftir ég byrjaði að vinna við kennslu og mundi ég hverju að hætt síðast. Mér fannst þetta mjög leiðilegt, allavega grunnskólakennsla sko. En ég var búin að vera að vinna í ferðaþjónustu síðan árið 2005. Og var bæði framkvæmdastjóri á litlu fyrirtæki út á landi og svo
flakkaði ég svona en endaði svo á ferðamálastofu þar sem að ég var að stýra stórum samþættingarverkefnum hér út allt, eða sérst að samþætta hérna út allt land, starfsemi ferðaþjónustunnar, eða svona yfir, hvað heitir það? Nú datt ég út. Já, yfirsýn. Yfirsýn. Já, Gerst vel. takk. Þetta gerist mjög oft líka. Ég var líka í fyrirstörfum að stýra alþjóðlegum verkefnum og alin upp við bara mikið svona vinnusiðferði, vinnan dyggð og maður að vera duglegur og þannig maður metin að verðleikum ef maður duglegur, eða það svona manni fannst, það var svona tilfinningin. Þannig að það var það sem hvatti mig alltaf áfram einmitt í það klífa þennan metorðastiga sem að við nú ætla að vera alveg á hlaupum upp, sko. Taka meiri ábyrgð og oft kannski einmitt þess vegna líka að velja störf og verkefni sem ég hafði ekki beint áhuga á, þannig að brann ekki fyrir, en ég sá bara tækifæri til þess að eignast meiri pening eða fá meiri virðingu. Þannig kleif ég svona upp minn stiga á þessum hefðbundna atvinnumarkaði. Ég líka tónlistarkona og myndlistarkona og þar mitt svona fyrir utan andlegu málin, þá það mitt heima. Ég elska að skapa, það bara eitt af því besta sem ég get gert fyrir sjálfa mér að gefa mér tíma til þess. Ég hóf þetta andlega ferðalag mitt, svona svipaleit og Alma, við Alma búin að vera vinkonur í 34 ár, eitthvað svoleiðis. Þannig að margt sem við höfum gert saman. En ég byrjaði þetta andlega ferðalag mitt á því að vera í þróunarhóp. Ég hafði alltaf verið næm sem krakki og ég var alltaf með nefinir í moldinni og skoðandi plöntur og ég elskaði að vera nálægt dýrunum því ég fann svo mikið frá þeim. Og ég var líka ofboðslega næm sem krakki bara á tilfinningar fólks, þannig að mér leið oft ofboðslega illa án þess að vita af hverju mér leið svona illa. Og það náttúrulega erfitt bara fyrir næma krakka sem náttúrulega að fæðast alltaf fleiri og fleiri núna. Það það að vera í aðstæðum þar sem að það ekki talað við þau hvað að gerast. En þau líður bara illa og vita ekki af hverju. Og ég fæddist líka, og ég man eftir að hafa alltaf haft þessa óbærslega sterku tilfinningu að ég ætti að bjarga heiminn. Sem að rosalega stór og mikil byrði fyrir 10 ára barn bara ég að bjarga heiminum og maður hefur náttúrulega engar bjargir til þess, ég veit ekkert, ég samti eitthvað lag kjarnorkustríð og alltaf gera það vinsælt svo allir myndi hætta að reyna að hóta öðrum með kjarnorkuvopnum. Það var til dæmis ein lausn hjá mér þegar ég var 10 ára, en ég sem sagt hef bara prófað alveg ótrúlega margt í þessum andlega heimi. Ég heilari, ég vann sem spámiðill, ég vann sem teiknimiðill. Ég hef stýrt þróunarhópum, ég vinn með jurtir og svona andlega list. En svo eins og Alma, eins og við erum rosa samstiga, þá lenti ég líka á botninum, þannig að bara rétt á eftir henni, þá fer ég í mína kulnun. Og ég tel að það var náttúrulega bara því ég var alltaf að ganga á móti sjálfum mér. Ég var bara komin upp að vegg og ég hlustaði ekki á neitt sem að mínir leiðbeinendur voru að segja við mig, þannig að mér bara endanum var mér bara skellt niður og sagði jæja góði, nú komið nóg. Þannig að þá hófst svona, þó kulnun hafi verið ofboðslega erfitt, þá held ég að sé líka samt eina stærstu gjöfunum mínum. Algjörlega. Það þessi kulnun. Því að maður þurfti bara að endurhugsa lífið algjörlega upp á nýtt. Við segjum ykkur aðeins betur frá því og eftir, en þegar að COVID kom, að þá var eins og mér væri stungið í samband og ég satt við og miðlaði myndum í 2 mánuði og teiknaði svona 1 til 3 myndir á dag. Og við segjum ykkur betur og eftir hvað var á þessum myndum. En ég bara búin að vera á svona risastóru umbreytingaferðalagi núna í kjölfari bæði á þess að fara í kulnunina og svo að þróa þetta námskeið og fara í gegnum efnið og vígslurnar og allt í tengt. Það hefur gjörbreytt mínu lífi og köllun mín bara að leiða aðra í gegnum sama ferli og ég segi eins og Alma, ef ég sé og finn að mín reynsla getur hjálpað öðrum, þá það stærsta gjöfin mín. Þannig að, já,
Það Já. bara, og svona ætla ég að reyna að bjarga heiminum, bara eina manneskju einu. Já. Það markmið fór ekkert, það breytt, ég minnkaði hans skalan á því. Bestu frásinn, nei. Þegar við störtum Star Coach Academy og ákveðum að þetta og finnum að þetta það sem við eigum að gera, þá setjumst við það niður og við bara, hvað snýst þetta hjá okkur? Hver okkar sýn, hver okkar gildi til þess að hafa okkar ramma til að vinna alltaf eftir. Og okkar sýn þessi að Star Coach Academy styðji jörðina og mannkynið á sínu uppstýringarferðalagi með því að efla fólk til að ná sínum æðstu möguleikum og lifa sinn tilgang. Og okkar lykiltæki eru ljóskóðar og æðri leiðsögn. Og það kannski ekki lítið, en þetta okkar rammi sem við vinnum eftir og okkar gildi eru heilindi, umbreyting og tenging. Af því að við trúum því að heilindi séu bara lykilatriði í allri sjálfsvinnu og í allri þróun. Og að við náum persónulegri umbreytingu í gegnum heilun og að spegla okkur sköpun, fjölbreytileika sem gerir okkur kleift að upplifa gleði, sem við gleymum á stundum, og velsæld okkar eigin stórbrotna kraft. Við erum nefnilega miklu öflugri heldur en við áttum okkur á. Og svo að þessi sanna tenging við okkur sjálf og æðri leiðsögn og allt sem fær okkur sanna tilfinningu þess að tilheyra og sterkan sjálfskærleik. Og það nefnilega eitt af þessu sem við svo mörg upplifum og við séum ein. Og það skiptir gríðarlega miklu máli í okkar hópastarfi að finna hvernig við tilheyrum og að vera hluti af þessum hóp og að ná tengingu á milli hvers og eins. Kannast örugglega enginn á þessum fundi við að finnast hann ekki tilheyra. Vera of eitthvað eða ekki nógu eitthvað eða... Nei, við ekki hæðast en þetta eitt af því sem maður heldur alltaf að maður sitji einn með þessa tilfinningu, en við erum öll með. Það svo magna. Já. Einhverjar spurningar? Við sem að spyrja, kannski, einhverjar spurningar að við höldum áfram? Allir rólegir og Zoom-inu líka. En forsaga Star Coach Academy, eins og ég sagði, var að spyrja að segja ykkur á, það var mér stungið í samband þarna í fyrsta lockdowninu í COVID og ég teiknaði mikið af myndum og ég vissi ekkert almennilega nákvæmlega hvað ég var að teikna. Myndirnar þróuðust mjög hratt og ég fann að það kom alveg óboðslegu kraftur með þeim og orka sem ég hafði í rauninni ekki upplifað eða skynjað áður. Og þegar ég var búin að teikna, ég var náttúrulega að senda Ölmu svona af til einhverja skjámyndir af þessu en svo ákvað ég bara að við ákveðum að við létum bara prenta út myndirnar sem ég var búin að teikna, settust bara yfir þær og miðluðum hvað þetta var, eða hvað þetta væri eiginlega. Og þá fengum við upplýsingar, fengum beina tengingu, bara Metatron-erfing var fyrsta tengingin sem við fáum. Og hann segir okkur að þarna séu á ferð ljóskóðar sem hafi ekki verið virkir síðan á tímum Atlantisti. Í rauninni hafi þetta ljóskóðakerfi hrunið þegar Atlantis féll. Og við byrjum að miðla upplýsingum þarna í maí 2020 hvað við ættum nú eiginlega að vera að gera. Og við fengum að vita hjá Metatron að þetta væri 12 ljóskóðar. Af þessum 100 myndum voru 12 svona vígslukóðar sem ég hafði teiknað og fullt af öðrum kóðum líka sem eru bara öðruvísi og hafa aðra virkni. En við fórum sjálfar svo í gegnum vígslur á þessum ljóskóðum og miðluðum alltaf jafnframt efni hverja og einu orkustöð því að það ljóskóði í hverja og einu orkustöð hjá okkur. Og við fengum að með hverri orkustöð væri meistari, erkiengill og dreki sem að birtast okkur líka og gaf okkur upplýsingar þegar við vorum að tengja og miðla og vinna með hverri orkustöð. En við
miðluðum svo ítarefni í september til desember, þannig að við í rauninni fórum alveg tvisvar í gegnum þetta. Já. Við förum yfir hvað ljóskóðar. Já, við förum yfir ljóskóðar eftir og ég lofa þetta, ég skal sýna ykkur á mér andlitið bara á eftir líka. Ég veit að það mjög fallegt, óvenju fallegt í dag. En já, erum sérst að miðla þarna ítarefni september til desember 2020 og þá verður þetta námskeið til. Og við allan þennan tíma vissu í rauninni ekki nákvæmlega hvað yrði úr þessu. Við vissum að þetta væri eitthvað prógram sem við værum að nýta til þess að hjálpa öðru fólki sem hefði staðið í sömu sporum og við. Kannski fólk sem finnur sig ekki almennilega inn í þessum hefðbundna ramma endurhæfingar til dæmis. Því að það er rosa margt gott þar en það er líka mjög mikil blokkering þegar kemur að því að maður hugsa aðeins öðruvísi. Þannig að við svona hugsaum þetta fyrir slíkt fólk og líka bara fólk sem hefur áhuga á að umbreyta lífið sínu til þess betra. Vera besta útgáfan af sér. Já. Og við fengum bara að vita þarna í lok 2020 þá var farið að móta fyrir hvernig þetta ætti allt saman að líta út hjá okkur. Og við þurftum að vera óbóðslega þolinmóðar og sýna óbóðslega mikið traust sem er mjög ólíkt okkur að vera þolinmóðar. Við erum ekki að vera verkefnastjóri, komandi úr corporate heiminum, fyrirtæki heiminum, að þá fer maður af stað með verkefni, maður veit hvar vörðurnar eru og maður veit hvar niðurstaðan er og klukkan hvað hún á að vera komin og hvað degi. Þarna var bara algjörlega blint traust, við áttum bara ekki að vita neitt. Og það var alveg risastór áskorun fyrir okkur. En við fórum á stað með pröfuhóp í janúar 2021 og þær fóru í gegnum allar vígslurnar og tóku allt efnið á 4 mánuðum. Og það var alveg hasar, en ótrúlega flottar og kláruðu þetta með sóma. Og svo byrjuðum við fyrsta formlega 9 mánaða námskeið núna síðasta haust. Og því lýkur núna í maí. Já, ein spurning. Ó, eru það ekki? Já, það er voða gott fyrir þig. Það er rosalega fínt. Sáuð þið ekki glærurnar okkar? Enginn segir neitt. Nei, við bara sterkur. Nú er nefnilega rosa sniðugt að vita það, já. Það eru tæknilegir örðuleikar. Góð spurning. Takk. Hún er búin að fletta glærunni samviskusamlega. Já, ég bara. Já. Kaffið var einn í Tölvulandi, það er takk og... Hver bauð þér á þessa kynningu? Ég bara... Við vorum greinilega bara að gefa skotið líka okkur. Já. Þetta er einn af nemendunum okkar. Það er ekki mikil virðing. Það er allavega sjaldan leiðilegt. Það er ekkert mjög leiðilegt. Býtu, ok. Svona. Herri, nú virkar það. Já. Sjáu, við erum búin að vera með svona fína glærur. Svona. Vel gert hjá okkur. Já. Við erum svo dásalega mikið sveimhugar, við vorum ekkert að spá við. Við erum sem betur fyrir 2, Annars myndum við svona tæplega berga okkur. En, hvað eru ljóskóðar? Já, það er stórt spurt. Já, það er ljóskóðar spurningin, en við förum mjög ítarlega í það á eftir. En allavega, halda í við orkuna. Eins og Rafnhildur sagði áðan, orkan hefur breyst mikið síðustu 20 árin, síðustu 10 árin, bara síðustu 2 ár, síðasta árið. Og hún er stanslaust að breytast og hún breytist miklu hraðar en hún breytist áður. Og þess vegna erum við að vinna núna með 12 orkustöðvar í staðinn fyrir 7 sem við vorum að vinna með áður og talað að þessar orkustöðvar hafi verið virkar, þessar 12 á Atlantis. Og þannig að það var mikilvægt að vinna með þær allar og margir sem eru farnir að vinna með þær allar til að auðvelda okkur að taka á móti þessari hærri tíðni og náttúrulega bara meiri orku. Orkan er
léttari, tíðnin hærri, hún bara öðruvísi og við þurfum á þessu að halda til þess að hjálpa okkur að höndla orkun oft sem að koma til okkar. Og svo bætist jafnt og þétt við erum núna að vinna til dæmis sjálfar með 16 orkustöðvar og það efni í framhaldsnámskeið sem að við munum aðeins minnast á eftir. En þú ert nú búin að tala um Metatron, hann miðlar öllu til okkar, hann passar upp á okkur stundum, hlær stundum á okkur líka. Nei, það við fáum allt í rauninni, allar upplýsingar, öllu efni hefur verið miðlað af okkur frá Metatron og hans teymi sem nokkuð stórt. Já, hans stórt. Og svo kannski ef við máum skjóta inn í bara gott dæmi hvernig orkan hefur breyst. Að þegar við byrjum á okkar andlegu vegferð 2006-2007 og erum að vinna í okkur og okkar verkefnum, að þá allt þetta svolítið eins og labba í mýri, sko. Eða svona einhverju seigfljótandi drullu. Því maður stanslaust eitthvað að hamast og þetta rosa mikið, þetta tekur langan tíma og maður stanslaust eitthvað hjakkandi í sömu drullunni. En fólk sem að vinna svona svipavinnu núna, þetta gerist allt miklu hraðar. Ég ekki að segja að þetta sé ekki erfitt, því það erfitt, en uppgötunin, vinnan, heilunin og hreinsunin tekur miklu styttri tíma núna en hún gerði áður. Og við erum að sjá bara fólk ná alveg ótrúlegum árangri á afskaplega stuttum tíma. Eitthvað sem tók okkur mörg ár að gera, sko. Okkur gömlu konurnar. Það verður lengi að. Hér bara mynd af orkustöðunum og þetta kemur úr Englareiki handbókinni. Já, endilega. Svo þriðja tilraun frá falli. Já. Þú veist, hefur þá ljóskoðan verið miðlað áður og ekki tekist að koma? Já, þriðja tilraun frá falli, já. Það hefur verið reynt að vinna með ljóskoðan og vinna þetta verkefni áður en mennskan tók í raun alltaf yfir. Þannig að það tókst ekki. Fyrir fórhundin sakir, tengist það einhver ákveðna tímapunktur í sögu mannkynsins? Við höfum ekki fengið upplýsingar um það. Nei. Ekki nokkra hvenær þetta var gert. Nei. En partur af verunum og stór hluti af þeim verum sem eru tengd þessu verkefni hafa verið í teyminu sem kom að hinum tilraununum líka. Já. Og ég man svo sterkt þegar við lukum fyrstu vígslunni, fyrstu helgina með pröfuhópinn okkar. Ég man bara léttin og það var ekki bara léttir í okkur, heldur sko sálin manns og maður fann léttin í öllu orku teyminu í kringum okkur. Það var bara, og ég satt bara og grét, sko. Það var alveg, þetta var magnað. Ég sagði alltaf að ég ætlaði að eiga 2 börn, sko, ég og eina dóttur og þetta var hitt barnið mitt. Þetta var tilfinningin, sko, að það hefði í raun og veru, þarna fæddist eitthvað. Já. Þá komum við á ljóskóðanum. Yfir til því. Takk fyrir. Já. Sko, ljóskóðar eru til þess að þeir eru rosalega margir til að byrja með. Mjög margskonar, margvíslegir, það eru ljóskóðar og ljóstungumál. Fyrir það sem hafa áhuga að kynna sér það, þá eru til dæmis hópar á Facebook sem eru yfirleitt á ensku, heita Light Languages eða Light Codes eða eitthvað svoleiðis. Og þar getur maður séð mikið af því sem verið að miðla og teikna og alveg ótrúlega áhugavert að fylgjast með. En ljóskóðarnir sem við höfum verið að miðla, þeir eru hérna til þess að hækka tíðni okkar og hækka tíðni jarðarinnar og tengja við ljósnet jarðar og margvísleg og fjölbreytt og afskaplega mörg ljósnet alheimsins sem öll gegna misjöfnu hlutverki. Þeir eru til að aðstoða við persónulega þróun, að hjálpa okkur að ganga veginn okkar og til þess að vinna með orkustöðurnar, til að vinna með jörðina og uppstigningu hennar og að vinna því að breyta kerfum og mynstrum sem eru svolítið seigfljótandi og erfitt að breyta. Til dæmis við höfum miðlað kóðum fyrir alls konar kerfi sem við sýnum ykkur á eftir og þeir hjálpa sálarfjölskyldunum okkar að koma saman. Þessum andlegu sálarfjölskyldum sem
eru kannski búin að bíða mjög lengi eftir að fá að vera saman aftur. Já. Þú ert að þetta? Yeah. Já, er það ekki? Þetta eru þær helstu tegundir ljóskóða sem við höfum verið að vinna með, sem sagt vígslukóðar sem við notum fyrir orkustöðvarnar 12. Þeir eru innan með okkur, en það þarf að tendra þá. Svo eru það persónulegu ljóskóðarnir og við erum nú með hérna í salnum 4 persónulega ljóskóða, sýnum ykkur myndir á eftir líka. Og það er hægt að sjá líka myndir á vefsíðun okkar af nokkrum mismunandi persónulegum kóðum. Og með því að tengjast við kóðan er hægt að hefja virkjun ljóskóðanetsins. Með persónulega ljóskóðanum kemur hugleiðsla þar sem þú byrjar að tengja við þinn kóða og við ljóskóðanetið. Og svo eru þessir, eins og Hrafnhildur segir, með önnur hlutverk tengdir stöðum eða orkukerfum, stofnunum, ákveðnum verkefnum og annað. Já. Já. Við gefum bara kost á að spyrja ljóskóðana þegar við erum búin að fara í gegnum alla tegundir. Þetta er sem vígslukóðarnir og eins og Alma sagði þá eru þeir inn í orkukerfinu okkar og það þarf að tendra þá með vígslu eða tendrum, þannig að maður getur í rauninni ekki tendrað sjálfur, heldur þarf eitthvað utan að koma til þess að gera það. Þessa kóða birtum við í rauninni hvergi. Við bara, þeir sem hafa fengið tendrun, þeir eiga kóða eða hafa fengið að sjá þá, en þeir eru ekki neitt í dreifingu þessir kóðar. En það er í rauninni ekki hægt að nota þá? Nei, það er ekki hægt að nota það í neitt annað en þeim er ætlað. Ég reyna að muna hvaða kóðar þetta eru. Ég man ekki nákvæmlega hvaða orkustöðvar þetta eru. Jú, getur við rótastöð, þetta sé ekki þriðja auga hérna hinn. Minnir það. Okay. Svo er það persónulegu ljóskóðarnir. Þetta eru sem sagt, þeir eru mjög ólíkir og ég miðla þessum kóðum, þannig ég sit og teikna og þeir verða til á mjög mismunandi hátt. Því að stundum er pantaður hjá mig kóði og þá sit ég tengi við manneskjuna og teikna, en stundum er mér bara stungið í samband á þess að neitt hafi verið pantað hjá mér og ég teikna, kannski í 1-2 daga, verða til einhverju 2-3 kóðar og svo kannski vikun eftir pantar einhver og þá bara, já, ég er búin að teikna. Þannig að það er mjög mismunandi, stundum er fólk greinilega búið að panta á en það er búið að panta. Þannig að, já, þeir eru eins og sjáu, þeir eru mjög ólíkir. Svo eru þessir aðrir. Svo eru aðrir ljóskóðar. Þetta er fyrir kerfi. Þessi vinstra megin hann er fyrir stjórnmál og hægra megin fyrir trú. Eigum við að segja söguna? Já. Við höfum sérst farið inn í kirkjur og við fórum í kaþólsku kirkjuna með þennan ljóskóða og unnum með hann þar og sem að þurfti bara að opna þarna fyrir þessa orku þar inni og það var góð mótstaða en þetta var eitthvað sem voru sendar og við gerum svolítið af því að okkar sjálfboðavinna er að fara hér út og suður landið og þvælast upp á fjöllum og fram inn í dölum og alls þar með að opna það sem við kallum ljóshlið og vinna með orkuna og heila landið, heila jörðina. Og við sjáum stundum upp á fjöllum með eldstöðvarum meðan Ég hræðum svolítið mikið túrista svolítið í því. Já, þegar við erum trommandi upp á fjalli. Við vorum trommandi upp á Kili og til síðustu sumar og við sáum engan, það var engin bílaumferð og ekkert, við bara yes, fáum við bara einar, loksins. Og vorum búin að stilla upp og svo byrjum við að tromma. Kom ekki einhverju 2 hjólandi ferðamenn. Og þeir bara horfa svona, þetta var við eitthvað minnismerki. Og þeir horfa svona á okkur með að við erum aðeins og svo erum búnar og þá kemur maðurinn og excuse me, is this something to do with the Vikings? Við bara, en þú samt kannski aðeins.
fleiri ljóskóðar, þessi vinstra megin er fyrir heilbrigðiskerfið og hægra megin fyrir menntakerfið. Þannig að þeir eru ólíkir en já, eru svona alls konar, svo er til fyrir staði og annað, þannig að þeir eru mjög fjölbreyttir þessi ljóskóðar. Er einhverja spurningar varðandi ljóskóða á henni höldum áfram? Já. Ég bara, að þið fóruð í kaþólsku kirkjuna Já. það var bara fleiri ljóskóða eins og ég mætti Já, það er spurt hvort við farum með fleiri af þessum kóðum á aðra staði. Nei, við höfum ekki gert það ennþá. Við höfum bara tengt eins og inn á menntakerfið og við höfum farið niður á Alþingi. Já. Svona, Við höfum farið þangað ekki með þennan kóða reyndar, en við opnum ljóshlið í Alþingisgarðinum. Ef einhvern langar til að smygla kóða inn í eitthvað svona, þá er það bara sjálfsagt, við þurfum bara að láta prenta það. Ég skal alveg taka heilbrigðiskerfið sem tækifæri, sko. Já. Sjálfboðaliðkunum. Landakot. Já. Við vorum að vinna þar með líka Landakotsskóla og allt sem gerðist þar. Já, þeir sáu. Já. Var einhverjar spurningar á hljóminu? Nei, engar spurningar. Já. Mér finnst verkefnum ég svona speglanir. Já. En svo kemur við svona það sem er alls eitthvað speglanir. Já. Eitthvað ástæða fyrir því. Já, spurstu okkur að það sé ekki speglanir í sumum kóðanum. Nei, það er bara það sem kemur. Ég ákveð það ekkert fyrirfram. Þessu er öllu stýrt. Það er ekki mismunandi blokkar eða eitthvað. Nei, og það er eitt af því sem hefur kannski reynst þeim sem fá persónulega kóða kannski erfiðast, að þeir eru ekki til að túlka það. Ok. Já, þeir eru bara til að tengjast þeim. Ég er það, ég byrja Já. hvað er ég að segja á það? En þeir eru bara til að tengjast þeim. Persónulegi kóðinn er, og allir kóðarnir, þetta er ákveðin tenging inn á ákveðna orku og við þurfum bara að líta á þá sem slíka. Já. Eins erfitt það getur verið. Mér finnst það. Já. Formin er til að þau eru að rammast inn í ákveðin stóra ramma, það er svona ákveðin flöt. Já. Sér þú það stærri en þetta? Fær þú þetta í svona þrívít eða eru þeir svona? Sko þegar ég miðla kóðanum þá koma það bara línu fyrir línu. Ég veit ekkert hvernig þeir líta út fyrir þeir eru búin. Og þá finn ég bara hann búin. Okay, og það eru allir lítirnir, allar línurnar, þetta er allt saman partur af kóðanum. Þetta er ekki þessi punktarnir á ákveðnum stöðum. Því að ljós fyrir mér er alltaf ljósa bera eins og hérna. Já. En eins og all myndin og allir lítirnir, allir strik og Já. einhitt. Já. Þetta er allt ein heild. Ok. Var það ég eða þú? Nú man ég ekki. Ég skal bara taka þetta. Jú. Við ætlum að fjalla aðeins námskeið, þín persónulega umbreyting. Markmið námskeiðsins er að tendra þessa ljóskóða í orkustöðunum 12 og koma á stað persónulegri umbreytingu hjá þátttakendum. Þetta er byggt á vinnu í gegnum og í kringum orkustöðurnar, þar sem við tengjumst þessum verum sem fylgja hverjum kóða. Og þetta eru hugleiðslur, fræðslur, verkefni og svo þessar vígslur eða tendrun og svo heimavinna á milli tíma líka. Alls konar verkefni. Hugleiðslurnar eru ansi margar, við förum í það og eftir teljum upp nákvæmlega hvað þetta er mikið allt saman. Þetta eru mánaðarlegar staðlotur og við höfum verið með nemendur utan landi líka sem koma bara einu sinni í mánuði í bæinn. Þetta eru Zoom-fundir einu sinni í mánuði líka. Þannig að við erum svona hittast sirka 2 til 3 vikna fresti í einhverju formi. Svo eru einstaklingshandleiðsla, leiðsagnatímar þar sem að við hittum hvern og einn og förum aðeins yfir stöðuna. Og svo eru heilunatímar og það er aðgengi að 50 hljóðskrám sem eru hugleiðslur og fræðsluefni. Já, hvernig er hægt að nota heilbrigðiskóðann? Já, það er rosa góð spurning. Já. Í rauninni það sem okkur var sýnt var eins og með kirkjuna var að fara inn með kóðan og vinna þar, tengja inn á orkuna, tengja þá orku þarna inn með kóðanum, inn í þetta hús. Bara jarðtengja þennan orkuna af þessum kóða inn í þetta hús. Já. Og það sama á við hina kóðana líka, það er raunin að þú farir með þann ásetning, með kóðan með þér, með þann ásetning að tengjan eða jarðtengjan inn í þessu húsi eða þessari stofnun og koma á stað umbreytingu. Svo þarf ekki að skilja hann eftir þar eða neitt svoleiðis. Ef þú ert búin að tendra hann þar að þá
hann bara þar. Já. Þurftum við leyfi? Já. Nei. Kirkjan var bara opin, en Já. við erum sendar oft á ýmsa staði Já. og eins og með annað þá hlustum við erum svona frekar góður að hlusta á þetta hinum, en annars bankaði bara fast. Einu við gott. Það eru mest 14 í hóp. Það eru 11 núna. Við vorum búin að segja að við ætlum að hafa 12 og svo komið 11. Þannig að, en núna erum við búin að ákveða að við getum haft á aðeins stærri, þannig að það getur verið 14, en geta ekki verið stærri. Já. Já. En fyrir hverja? Fyrir alla sem eru tilbúnir að skoða sig á heiðarlegan og opinskáan hátt. Og þetta rosalega mikið af þessum verkefnum, það verið að kafa djúpt. Við erum að skoða hvar eru við að stoppa okkur, hverjar eru okkar hindranir, hvar liggja þær. Og svo náttúrulega leið erum við að efla þessar tengingar við alheiminn. Við erum að finna ofboðslega mikið af orku og tengja við fullt af nýrri orku og svo náttúrulega erum við að skoða líka, hverjir eru okkar draumar, hvað viljum við í þessu lífi? Er þetta bara gott eins og þetta eða viljum við stefna eitthvað meira og hvað þarf þá til? Það gott að þeir sem að koma inn á námskeið hafa einhverja reynslu af hugleiðslu og séu eitthvað byrjaðir að skoða sjálfa sig. Svo Metatron, við miðlum alltaf frá honum þegar það kemur inn umsókn og við spyrjum, við leggjum umsóknina fyrir og hann velur sem sagt í hópinn og lætur líka vita, hvað, við fáum oft svona skemmtileg komment með hvort það þurfi einhvern undirbúning og annað. Og ef það þarf einhvern undirbúninga þá verður það sent. Það til dæmis fræðslega orkustöðvarnar, það eru nokkrar hugleiðslur og annað sem fylgja með, sem gott að nota. Fyrsta námskeið okkar, svona fulla námskeið okkar hófst núna í september á síðasta ári og við erum með 11 þátttakendur víða landinu og það sem hefur svona kannski einkennt okkar mati þennan hóp eru þessi stóru og smáu sigrar á ýmsum sviðum lífsins og við vorum að velta fyrir okkur hvaða orð eru það sem einkenna svona, hvað upplifum við í þessum hópi, það er þetta traust, gleði, forvitni, vinátta, hugrekki og samstaða. Þetta alveg ótrúlega flottar, þetta bara konur í þessum hópi, kallar eru alls ekki bannaðir, en einhver hluta vegna svolítið konur bara. Og þetta alveg óbáslega flottur hópur. Eins og við sjá, mjög beautiful. Svo bara hérna nokkra myndir úr starfinu. Það mikið legið flötum beinum, það voða næs. Það bara sköpunarstund, útihugleiðsla og svo hérna frá fyrstu helgin okkar útimyndin hérna með græna grassin. Það var einu sinni grænt. Það er einu sinni grænt. Já. En svo það önnur námskeið. Það sem minnast á önnur námskeiðunum fyrir aðeins dýpra í hvað á bakvið þína persónulegu breytingu. Að fæða hugmynd, það námskeið sem við verðum með núna í maí 21. og 2. og það fyrir þá sem vilja starfa við svona heildrænar meðferðir eða annað sem tengist andlegum málum en vita kannski ekki alveg hvað á að byrja. Og við höfum hitt nokkuð marga á þeim stað undanfarið, þannig að við hugsuðum, við höfum fullt af verkfærum og ætlum þarna á 2 dögum að leiða í ferðalag þar sem við skoðum hvaða skref við þurfum að taka til að draumurinn verða veruleika. En við byrjum á að skoða okkur, hver eru gildin mín, hvaða verkfæri á ég, hver eru styrkleikarnir, þarf ég að bæta við með þekkingu, þarf ég að fá aðstoð, viljum vinna ein eða ekki og allt þetta. Og svo seinni daginn þá tökum við saman þessi praktísku atriði, startkostnað, rekstrarumhverfi, kynningamál og ýmislegt sem að því tengist. Og í lok dags verður sem búið að draga saman upplýsingar til þess að setja upp áætlun og sjá hvar byrjunarpunkturinn er. Og þetta það er hægt að skrá sig á þetta hjá okkur á postfanginu okkar og náttúrulega endilega spyrja okkur, senda okkur
skilaboð og annað, ef þið viljið skoða þetta. Einhverjar spurningar á Zoom? Nei. Engar spurningar á Zoom, einhverjar spurningar á þetta námskeið úr sal? Til þess að sem sagt, að það nýtist þér, þarf að vera með hugmynd, þú veist. Þarf hún að vera til staðar? Nei, í rauninni ekki. Það eru ótrúlega margir sem búin að læra ótrúlega mikið. Já. Búin að læra alls konar heilun og alls konar jóga og búin að sanka aðsetja og svo langar fólk alltaf að fara að vinna við þetta en það veit ekki hvar það á að byrja. Þannig að það sem við erum að gera þarna í rauninni, við erum bara að kortleggja. Bara hvað er ég með í verkfærakistunni? Og svo kannski að reyna að byrja að forgangsraða fyrir hverju brenn ég mest. Hvernig get ég búið til það sem ég langar til að búa til. Og líka hvað sem einstakt fyrir mig. Já, en það þarf alls ekki að vera með tilbúna hugmynd til margir á námskeiðum. Ok. Þú færð svo. Já, þetta er framhaldsnámskeið af þín persónulega uppbreyting. Já. En það fengið nafnið Lifðu þinn tilgang og er framhald þar sem við erum að vinna með allavega 4 orkustöður í viðbót. Ég er búin að miðla kóðum fyrir þær, held ég allan nema eina. Þetta námskeið er 4 mánuðir með 1 staðlótu í mánuði, bara eins, þetta er svona svipað form. En þetta er 4 staðlótur, 4 Zoom-fundir. Svo er heilun og persónuleg handleiðsla líkt og fyrir námskeiðinu. Þetta hefst núna í haust og er einungis fyrir þá sem hafa lokið fyrsta námskeiðinu. Og ef þið hafið spurningar um þetta námskeið þá bara sendið okkur endilega línu. En við komum til með að senda nánari upplýsingar á alla þá sem eru búin að taka fyrsta námskeið okkar. Þá förum við svona, nánari máli. En þá er það næsta skólaár. Já. Þeir sem voru í tilraunahópnum, eiga þeir líka sem... Já. Þeir sem voru í tilraunahópnum eiga líka að vera. Prufufólk. Já. Bara, nei. Það er komin dagskrá fyrir næsta ár og við höfum, það er alltaf gott að vera manneskjan sem er með eitthvað í dagatalinu sínu í maí á næsta ári. Þar höfum við búin að vera með síðan í haust. Við setjum niður þessar dagsetningar og við höfum náð að standa við þær alveg núna á þessu, af því það er gott að þá er hægt að vita fyrirfram, það mæta allir á þessum dögum, það er hægt að gera ráð fyrir því og við getum planað í kring. Þannig það reynist okkur best. Já. Þannig að við þurfum ekki að færa neitt og þið kannski sjáuð í dagskráni að það er, við hittust í janúar og svo í febrúar og svo ekki eftir fyrir í 20. mars. Við þurfum að taka tillit til tunglstöðunar á ákveðnum stað í námskeiðinu og þess vegna er þarna bil á milli. Þannig að það er ýmislegt sem þarf að, ýmsir snúningar sem við höfum fengið að þurfa að aðlaga okkur að. Og það er skyldumæting í staðlótur. Þegar maður verður, með rauninni getur maður ekki haldið áfram nema að hafa fengið vígslu sem fylgir hverri staðlótur. Já. Auðvitað samt hefur alveg komið fyrir að fólk veikist, sérstaklega náttúrulega í COVID-inu, þá var alltaf eitthvað í gangi og þá reynum við bara að komast til móts við það eins og við mögulega getum að grípa fólk bara næst þegar á ferðinni og gera vígsluna eða hvernig sem það er. Fólk hefur jafnvel verið kannski með okkur á Zoom allan daginn og skroppa svo bara til okkur fyrsta tækifæri til að fá vígsluna. Það hefur verið alls konar útfærslur því. Það voru allir með okkur alltaf alla dagana yfir nema þá vígslan sem að gat dottið út. En við reynum bara, við viljum náttúrulega helst að allir mæti alltaf, en við höfum líka alveg skilning á því að það getur ýmislegt komið upp á og við reynum þá bara að koma til móts við það. Já. Er vígslakráða til hverja orkustöð? Sem áttum þá á næstu? Já, það spurtaður hvort það sé vígsla eftir hverja orkustöð og svaraði já. Það er sem sagt og ef það eru 2 saman þá gerum við vígsluna í lok seinni dagsins. Það var bara 2-föld vígsla í lok seinni dags. En það er sem sagt, opnunarhelgin er lengur, þá erum við út úr bænum og þá erum við að vinna með eina orkustöð en við erum líka undirbúa ýmislegt, við erum að fara svona inn í verkefni, það er mikið að hugleystum. En svo er það 1 dagur þar sem við vinnum með eina orkustöð og 2 dagar þá erum við að vinna með 2 orkustöðar. Og svo eins og á prógramminu fyrir námskeið sem er núna í gangi, þá var í rauninni ekki áætlað að fara út á bænum aftur. En svo var bara hópurinn svo skemmtilegur.
að við ákváðum bara alla saman að við ætlum að fara út á bæinn lokahelgina líka. Sem næsta helgi. Já. Já. Þetta frá fyrstu orkustöðinni til fyrstu 12. Já. Við byrjum á hjartastöðinni. Það er fyrsta vígsla og svo förum við niður í jarðarstjörnu og svo upp í hálsstoð og upp úr. Já. Það meikar rosa mikið sens þegar við erum farin að vinna þetta. Já. Af hverju þetta er svona? En svo þær komnar dagsetningar á Zoom-fundinu líka. Þeir eru yfirleitt á miðvikudögum nummer 1 sem er á þriðjudegi. Já, það er fyrir páska. Hvað er innifalið í gjaldinu? Var það ég? Já. Þetta er semst 9 staflötur og 9 Zoom-fundir, tendrun ljóskáða í öllum þessum 12 orkustöðum, fræðsluefni, miðlanir og ýmis verkefni fyrir hverja orkustöð, persónulegur ljóskóði eins og þið sjáu hér, útprentaður og innrammaður ásamt hugleiðslu sem fylgir með honum, persónulegur ljóskóða kristall sem þið þurfið að nota í öllu ferlinu, hafa með ykkur í allar vígslur og alltaf þegar við hittumst, 40 hugleiðslur á íslensku, auk hljóðskráa með fræðslu fyrir hverja orkustöð. Það er mjög vinsælar til þess að stefnur að keyra að hlusta á fræðslu, með fræðslur í bílnum. Svo er sköpunarstund. Það eru 3 heilunartímar yfir þetta tímabil og 3 persónulegi leiðsagnatímar. Persónulegur stuðningur gegnum allt ferli, þannig að þið hafið alltaf verið aðgang að okkur fyrir utan þessa tíma og fundi líka. Og við reynum alltaf að hjálpa eins og við mögulega getum. Loka Facebook samfélag til stuðnings og svo dagbók til að skrá upplifanir. Við leggjum mikla áherslu á að það sé fylgst með ferlinu með því að skrá niður upplifanir á leiðinni. Hvað er ekki innifalið í gjaldinu? Það er gisting, matur og ferðakostnaður á opnunarhelginni og í lokahelginni ef við förum aftur út úr bænum. Við reynum að halda öllum kostnaði í lágmarki og mér minnir að fyrsta helgin hafi kostað fullt fæði og gisting 26.000 á mann, eitthvað svoleiðis, og lokahelgin er eitthvað svipað. Svo er þarna Soul Realignment sem við mælum með að fólk fari með hjá Kristín Lee Masters, hjá Divine Soul sem er út í Bretlandi, en það er ekkert skylda. En það er þá eftir prógramið, eftir að því líkur. Nú eru þær sem að fara í gegnum það núna og líka hópurinn í fyrra fóru í gegnum þetta. Já. Og þannig að það er bíða spenntar. Hvað er þetta? Þetta er í rauninni tekin saman skýrsla það hver þú ert á sálarleveli. Hvaðan þú kemur, hvað er þín uppruni, hver eru þína sálar sérhæfingar, hver eru þín verkefni í þessu lífi, hversu langt þú komin. Þetta er alveg Ég fer pínu skeri. Ég fer til margra miðla og alls konar. Þetta er eina manneskjan sem virkilega bara hrætti mig. Ég bara, nei, þú getur ekki vita þetta. En ég fikk alveg óbúslega góðar útskýringar á því af hverju ég er eins og ég er og þá gæti ég bara að klappa mér að þessu bara, ok, þetta er allt í lagi. Vegna þess að þetta ég kom bara svona. Og það má. Þetta er fram í gegnum eitthvað netspjall? Já, þetta eru Zoom-fundir. Þú fær skriflega skýrslu og svo heldur þú Zoom-fund með þér. Og tekur hann upp þannig að þú getur alltaf átt líka. Svo kemur það sem allir elska, það eru peningar. Námskeiðsgjaldið er 555.000, staðfestingargjald er 125, greiðslur 1. ágúst og er óafturkræft. Og svo er hægt að skipta greiðslum niður í alltaf 8 mánuði, en ef þið greiðið staðfestingargjaldið fyrir, þá er alveg hægt að dreifa svo restinni á lengri tíma. Og loka greiðslu þarf að inna hendi í apríl, þannig að fyrir loka vígslu. Þannig að þetta er miðað við september til apríl. Já. Og þetta fer bara allt í gegnum bankann, þannig að þið fá bara greiðsluseðil fyrir þessu. Við erum öll okkar starfsemi upp á borðinu, við borgum opinber gjöld og skatta þetta sem við gerum og við leggjum áherslu á að allt okkar sé bara gegnsætt. Og við vitum að sumir hafa verið að fá styrki frá stéttarfélögunum, hafa farið með þetta gegn stéttarfélögin sín og fengið greiðslu frá þeim. Og
Og við höfum reynt að styðja við það með því að setja inn lýsingu til að fylgja með og annað þegar sótt er um. En þau eru bara misjöfn eins og við erum mörg þessi stéttarfélög. Já, umsóknarferli, það er sótt sem sagt á heimasíðun okkar og við söfnum þeim svo saman og tölum við Metatron og sendum svo út tölvupóst með niðurstöðunni. Og svo staðfestingargjaldið greitt og leið eru skilmálar samþykktir, við munum senda það með tölvupóstinum en það er að sjá þá á vefsíðun okkar. Og við gerum undirbúningsefnið aðgengilegt og umsóknarfresturinn er til 15. ágúst. Við byrjum 2. september og við þurfum einfallega þennan tíma til undirbúnings. Já, eru einhverjar spurningar áður en við förum í umsagnir námskeið? Verðlagningu eða annað? Já, við viljum að þið spurðið, endilega sko. Það er að spá inn á tímanum, þannig að nú erum við hérna 4 mánuðum áður en við námskeið hefst. Er það af því að þið þurfum að undirbúa með þeim hvernig þeir eru að taka móti eða er þetta bara plains, þið þurfum sumarfrí eða Nei, ég held að aðalástæðan fyrir við höldum kynningarfundir svona snemma er að það er bara okkar reynsla að fólk þarf að fá að melta svona ákvarðanir. Það er svolítið seint að halda kynningarfund kannski ágúst, sérstaklega þetta er alveg töluverðir peningar. Þú ert að fjárfesta í sjálfri þér fyrir töluverðan pening og þú þarft að finna jáið í hjartanu og til þess að geta gert það, þá þarftu bara tíma. Það er aðalmálið. Við erum alltaf að skoða e-maila okkar hvað sögum í sumarfríi og sjálf afgreiðslan og umsóknum og öðru tekur ekkert langa tíma. Þannig að þetta er fyrst og fremst bara vegna þess að við vitum bæði okkar eigin skinni og fólki sem hefur komið til okkar að það þarf bara smá tíma til þess að hugsa um það. Og það er bara allt í lagi og það er bara fallegt að gefa sér tíma til þess að hugleiða hlutina og velta þeim fyrir sér. Og síkrita til sín peninga. Það er mjög mikilvægt líka. Já. Þið voruð sko þetta merkir þetta er bara ykkar. Þetta er bara ykkar, þið eigið þetta. Logoð okkar. Logoið og við til útlanda og finnst svona námskeið hvað. Nei, þetta er bara ykkar. Þetta er námskeið sem við höfum öllu efni hefur verið miðlað af okkur. Bara hverju einu og einasta hefur verið miðlað af okkur. Nema á einum stað þá fáum við að láni frá Rebekku Campbell í einu verkefni sem við erum að vinna. Allt annað er okkar og allt sem við höfum tekið við. Auðvitað er það, þú veist, það eru eins og hjá öllum. Það geta verið sömu hluti sem koma fram hjá okkur eins og öðrum, en allt þetta hefur komið fram í miðlunum, allar hugleiðslur og allt það. Það kom spurning á vefnum hvort að Metatron hafi hafnað einhverjum. Nei. En hann hefur ekki hafnað, en hann hefur sagt okkur mjög greinilega hvað það er nákvæmlega sem þessi manneskja þarf að klára að gera áður en hún kemur á námskeið. Og þá þurfum við að koma með einhver verkfæri til hún geti gert það. Þannig eins og Alma sagði áðan, hvort sem hún þarf meiri fræðslu orkustöðurnar eða hvað sem svo sem það er. Þannig að já, Metatron hefur ekki sagt nei. En hann er húmoristi. Það er alveg gaman að hann. En já. En svo náttúrulega eins og með þetta með umsóknarferlið og allt það, við vorum að halda fund í júlí í fyrra og okkur fannst það pínu, svona það voru flestir í sumarfríi og svona, og nú er bara á Íslandi er það þannig að það er unnið hérna, svona það er eiginlega ekki hægt að halda svona fundi frá miðjum maí og fram í september, þannig að þessu ákváðum við bara að drífa í þessu, vera hrist upp í öllu með góðum sólmyrkva og nú er nýja tungli að koma, þannig að það er að óska sér bara alls eins besta fyrir sig. Við samt sem áður ákveðum ekkert hvenær við ætlum að halda hann í kynningafund. Nei. Okkur var bara sagt. Við fáum ekkert að ákveða neitt rosalega mikið. Við höldum alltaf við ráðum öllu, en við ráðum rosalega mikið. En ekki segja manninu mínu það. En við ætlum aðeins að kíkja á umsagnir nemenda. Og við ætlum að byrja á að lesa upp nokkra fyrir ykkur og svo ætla hún Lilja sem í hópnum hjá okkur núna að bara segja ykkur aðeins frá sinni upplifun hérna á eftir. Hér er sem sagt ein umsögn sem fengum fallega skriflega umsögn
Og hún segir hérna, fyrir námskeiði vissi ég ekki hver ég var eða hvert ég stefndi. Var bara inn í þykkri skel sem lokaði mig inn í sjálfri mér. En nú allt að skýrast, það allt að lýsast upp og hjúpurinn utan mig að falla. Ég búin að styrkjast heilmikið og eftir að styrkjast meir og meir. Hulurnar hafa farið ein af annarri. Þetta heilmikið losun sem á sér stað og sjálfskoðun. Maður að finna sinn innri styrk, sjálfið, hlusta á hjartað og fylgja því. Elska sig eins og maður og koma þannig fram. Það var hann Guðrún. Og við erum ekki bara að búa til eitthvað mörg. Þetta alveg fólk. Ertu viss? Nei. Já, ég alveg viss. Svo kemur frá henni Ellu sem segir vegferð mín í Star Coach Academy hefur opnað augum mín fyrir mörgu í mínu lífi sem mér hefur ekki tekist með aðstoð sálfræðinga eða annarra heilara. Í hugleiðslunum hef ég farið inn í vanmátt og sorgir sem hafa hindrað mig í lífinu. Horfst í augu við það liðna, skilið, grátið og komið heillið tilbaka. Þó mikið af áunnist ég ekki búin með mína hreinsun en ég held áfram og trúi að það eigi eftir að koma. Þessi leið leiðin sem ég hef lengi þráð en ekki vita hvernig ég ætti að ganga. Á þessari vegferð hef ég tengst áþreifanlega við eitthvað mér æðra, friðsælli orku sem full af hreinleika, kærleika og birtu. Þannig að sjáu þið dásamlega heiðarleikann og heilindin sem á bak við alla þessa vinnu sem búið að vinna. Svo hérna frá pröfuhópnum okkar og það gaf okkur umsagnir líka. Þar spurðum við meðal annars hvaða áhrif hefur verkefni haft á þig persónulega ef einhver. Lára segist hegða sér öðruvísi í samskiptum við aðra og íhuga betur við hverja hún vill vera í samskiptum við. Bergljót sagði þessi erfitt að lýsa því, mér finnst ég bara ekki vera svo sama og þegar við byrjuðum. Ég held ég eftir að vinna ennþá meira úr þeim áhrifum sem ég orðið fyrir á síðustu mánuðum. Og Elva segir ég öðlaðist nýja sýn á sjálfa mig og líf mitt. Mitt eigið virði var allt í einu orðið sjáanlegt. Sýn mín á lífið yfir höfuð breyttist. Við erum alveg óendanlega stoltar af því hversu bara óbáslega djúpt hefur verið kafað af öllum sem hafa farið í gegnum þetta. Svo það umsagnir okkur, þarf við nokkuð að lesa? Nei. Bara ef það sagt að ég sé frábær. Já, ok. Hvernig fannst þeim, við halda utan námskeið og við segjum leiðsögukonur af því við erum ekki kennarar í þessu, við erum leiðsögukonur í þessu verkefni af því við fáum eitthvað og við leiðum ykkur í gegnum það, við förum með ykkur. Og við leggjum miklu áherslu á það engin æðri en einn annar í okkar rými. Við höfum gengið veginn og viljum gjarnan fá að leiða fleiri í gegnum hann, en það gerur okkur ekki betra meir en neinn annan sem situr í þessu herbergi með okkur. En hún Vigdís okkar, Vigdís. Henni fannst það gott hvernig við stöppuðum oft kjaftaganginn. Og þess að þekkja Vigdísi hér inni geta alveg heyrt hann að segja þetta. Já, hældu hópnum og einstaklingum og hvöttu þær sem áttu erfitt. Frábæri leiðtogar sem kunna vera þar sjálfar. Svo fórum við eiginlega bara með tárin í augunum með þessu. Alma og Hrafnhildur eru dásamlega konur sem styðja mann alla leið og hvetja. Þær eru englar í mannsmynd sem vefja mann með vængjunum sínum og fylla mann kærleika. Og svo kemur ég rafa þakklátt mínum dásamlegu kennurum Ölmu og Hrafnhildur. Og við sitjum bara með tárin í augunum hérna. Svo bara, í símanum. Ég ennþá bara eitthvað, betra en þetta. Mjög erfitt með þetta. En maður finnur bara, já, þetta bara tilfinning sem maður getur ekki lýst, sko. Það þessi tilfinning að hafa skilið eitthvað eftir. Það bara ómyndalegt. Bara óbúslegt þakklæti og stolt af öllum sem að hafa, öllu því sem að allar þessar frábæru konur hafa gert. Já. Ég vil líka startstæður og sagt það. Takk. En þá ætlum við að heyra í henni Lilju og ég ætla að biðja Lilja að halda þessum fína mikrofón hérna fyrir fólki á Zoom. Viltum að koma bara hérna til þess? Þau ekki að leyfa þeim líka bara að sjá hann. Bara taka glæðina meður. Svona, eða þá eitthvað hérna. Svona. Já, hæ, gaman að sjá okkur hérna með þér frá. Ég heiti Lilja og ég að klára þetta fína námskeið, 9 mánaða námskeið. Og ég man fyrir ári síðan þegar ég var að hlusta á svona fundin, þá var ég svona alltaf að spyrja mig, ok, þú veist, hvað
af því að ég skildi kannski ekki allt sem kom fram hérna. Og það var eitthvað ljóskóðar, ég veit ekki hvað það og allt þetta. Þannig að ég ætla allavega svona að segja ykkur bara, hérna bara á mínu mannamáli, sko. Þannig að ég sem sagt svona búin að vera að hugleiða hérna síðustu 6 árin. Þannig að mér finnst sko með hugleiðslunum búin að vera í hugleiðsluhópum og hérna hitta mikið andlegt fólk og verið í alls kyns námskeiðum. Og byrjaði að verða hérna jógakennari 2009 og hérna eftir það byrjaði svona þessi andlega, að hitta svona öðruvísi fólk eins og við segjum alltaf, sko. Og þegar ég byrjaði hérna fyrir árið síðan, það var alltaf hálfstöðin hérna bara, ég var alltaf, og það kom alltaf, já, það er að hreinsa meira, ég þarf að tjá mig, ég þarf að tala hærra og eitthvað. Og svo núna bara fyrir nokkrum helgum síðan var ég með manninn mín að labba í fjörunni á Eyrarbakka og þá bara öskraði ég allt í og var í hafið, það var bara brjálað öldugangur og eitthvað. Og hann alveg, ekki allt í lagi, það gekk ég bara, þetta kom svo bara, og ég sagði, pröfaði. Hérna öskraði og það var bara, ég leið, nei, þetta ekki öskur, skilju, þannig að þetta henni, þetta bara, geta allt í henni bara, verið á Laugaveginum og bara öskra brjálað, það kemur alveg alla leið, það helling, þannig að já, ég er búin að breytast og mér finnst í dag, einhvern veginn, Liljan kemur bara frá hjartanu, það er ekki bara, það er einhver breyting orðið og það er eins og maður, við töluðum við hjartað einhvern tímann, einhverja helgina og við vorum að spurja hjartað og maður, þetta er ekki lægi, það er hjartað þitt, skilur. En núna, já, hjartað mitt er bara að tala alla daga, skilur, þannig að það er þannig að það er það sem, eitt af því sem ég hef fengið og síðan hefur við náttúrulega, í gegnum þessar hugleiðslur og orkustöðavinnur, þá hefur við farið í hitt fullt af meisturum og englum og ég er náttúrulega núna bara, ég elska engla og ég elskaði englana áður en ég kom, en núna hafa bara, meistararnir hafa talað ótrúlega mikið til mín og, bara þegar ég hitti Merlin, skilur, og hann rétti mér stafinn og ég notaði hann alveg þarna mörga vikur eftir, alltaf bara umbreyta allri orku sem ég kom bara með stafinn sem við fengum í hugleiðslunni, þetta er náttúrulega allt bara hugleiðsla og maður bara farin nota þetta sem verkfæri. En og hann alveg, já, þetta er, og þá bara finn ég, þetta er sko vinur minn, hvaðan kemur það? Og svo hittum við einhvern annan meistar og þá gerðum maður alveg svona á bróðir minn og svæðislegur. Og og það er svo líka gott að þegar við erum núna 11 saman og svo þær tvær, að geta rætt svona hluti. Þú ert ekki að segja bara í fjölskyldumóður með mömmu, já, ég hitti svona, já, svona meistara, ég gerði svona bróðir minn, bara Liljan, hættu nú. Þannig, og síðan að hafa upplifað dreka, það er eitthvað svona, já, hún er að tala dreka, skilur eitthvað svona. En svo þegar maður fer í gegnum hugleiðslurnar og finnur þessu orku þeirra, þá er orka þeirra svo mjúk og svo þeir með svo fallega augu, stór og mikil og þú kemur við það í hugleiðslunni náttúrulega, ég er ennþá að tala um það, og þá er þið mjúk, orkan er svo mjúk og maður bara, þetta er bara geggjað að upplifa þetta, ég er að segja ykkur það. Og einhyrninga og eitthvað svona, þannig að þetta er svo skrítið. Nei, þið skiljið mig þegar þið erum að fara námskeið. En og hreinsanir, og ég segi, ég er búin að vera 6 ár í hugleiðslum og í hugleiðslum þá er maður að hreinsa og maður sér hjarta sitt gráta, það kemur bara foss og maður er alls kyns og eina helgina sem við vorum hérna þá kom ég og ég bara svona í bílnum og leiðninga þá hafði ég bara heyrt eitthvað gamalt lag eða heyrt lag og ég bara vá, kemur þessi tilfinning. Og það var sorg, það var 25 ára gömul sorg sem kom og svo bara settust við hérna hópurinn saman og við byrjum svona að tala og hver einn bara svona að segja sitt. Við þurftum bara að losa, ég bara, hvernig er þetta hægt? Eftir 25 ára er ég ennþá að losa, og við vitum að það er ekki búið, og koma í svona lítið samfélag þetta að geta þá, sagt sína sögu eða sagt og þá bara, ok, þetta er farið, bless, það skal ekki koma aftur, þannig að þetta er svona, þannig að þessar
og ég held náttúrulega áfram bara að hlusta á þessar hugleiðslur og gera mínar og allt það sem ég að fara að gera. Að leiðsagnatímarnir og heilunin hjálpuðu helling og ég var á þeim, þú veist, ég hef búin að læra ógeðslega mikið allir mál undanfarin ár, þannig að á þessum 9 mánuðum þá hef ég allavega núna með hjálp hópsins og þeirra tveggja komin á sporið hvað ég ætla að gera og ég er búin að, þú veist, stofna núna eitthvað sem heitir Ljóshof og ég byrjaði að miðla þar og þú veist, ég ætla bara að, þú veist, alvöru að fara að setja, þú veist, ég bara komið stefnu í lífi mínu, þannig að einn daginn þá minnkaði ég með vinnuna eða hætti og þá er ég komin þetta, þannig að þetta sem nýmaður hafa hjálpað mér þar. Stelpurnar eru ótrúlega, það eru náttúrulega bara eins og tvíbrasálir og eru það sjálfsagt. Það eru ótrúlega, þú veist, vandvirkar og það var það sem ég sá líka á kynningafundinum og því það skiptir mig máli. Að þetta er rosa professional sem það er að gera. Og og það er ekkert svona, já, hvað gerum við næst eða eitthvað, það er bara allt 100% og ef það er eitthvað, þú veist, þá er frekar 110%. Það er alveg bara, já, nei, það er bara korter í kaffistelpur, og það er reyni, og já, þannig að hverju einasti tími nýttur og fyrir mér, þú veist, ég er mjög skipuleg og mér finnst þetta skiptir miklu máli og þið sjá það náttúrulega bara líka á glærunum og þegar þeir eru að tala saman og svona, þetta er kunna þetta alveg. Og það verður rosalega gaman að sjá hvernig hvað þær fara, þú veist, ég sé þær fara mjög langt með þetta, þú veist, af því þær eru náttúrulega miðlega á enskunni og líka, þannig að þetta verður eitthvað litla Ísland, sko. Stóra Ísland. En síðan fengum við Metron, hann kom í heimsókn til okkur og við fengum að spyrja hann, og það er svo mjög orka í honum, hann geði. Það var að ég ætla ekki að setja punktið þar, þetta er bara þessi er þið að heyra. Þannig að já, ég er bara ótrúlega sátt og bara, að segja bara go girls. Þannig að þetta er flott og takk hérlega fyrir mig. Takk Lilja. Takk Lilja. Og ég hlæ alltaf jafn mikið að því og ég verði eiginlega að fá að segja það, Lilja, þú verður bara að skamma mig eftir á. Að ég man alltaf eftir því að fyrstu helgin okkar út úr bænum. Að þá erum við að gera verkefni og nei, það var á Laugarvatni held ég. Og með gera verkefni þar sem við erum svona hrósa hver annarri og hún þarf að lesa eitthvað svona hrós sjálfa sig og það sem athyglin beinist að henni í smá stund og hún segir bara, mér finnst bara ógeðslega erfitt þegar fólk er eitthvað að horfa á mig. Ég bara þoli það ekki. Og svo bara hitti ég hann á Kærleiksstöðum svolítið eftir því að ég potaði aðeins í hana þarna, sko. Og svo náttúrulega margt annað gerðist líka hann. Og þá var allt í einu Lilja mætt bara. Og bara segja sína sögu og ég bara, wow! En þetta er líka bara dæmi það sem gerist, sko, sem mér svo geggjað. Já, en þá ætlum við bara að opna fyrir spurningar og umræður. Eru glærurnar uppi eða er myndin á okkur? Eða leyfa maður að sjá hvað ég segi. Rosa mikilvægt, ég ljón. En já, endilega ef þið hafið einhverjar fleiri spurningar, það eru stelpur sem eru á námskeiðinu hjá okkur núna og stelpur úr prufihópnum. Þannig ef þið viljið spyrja þær beint, þá eru þær alveg búin að gefa leyfi að það má spyrja þær og bara klippa okkur út út myndinni, það er alltaf hreinlegast að fá svörin þegar við þurfum ekki að svara sjálfar. Það er ykkur frjálst að spyrja þær líka. Engar spurningar? Nei, maður veit að það ekki leið. Já, en það má sjálfsögðu alltaf senda okkur tölvupóst eða skilaboð á samfélagsmiðlum og við reynum að svara öllu fljótt og vel. Við hvetjum ykkur líka til að skoða heimasíðun okkar, þá sem við ekki gert það núna en nú þegar. Já. Þar eru náttúrulega líka inni til dæmis vídeó sem við
okkur, söguna og bakvið þetta og ljóskoðana. Já. Og það er svolítið lélegt hljóð í þeim, þannig ég myndi ekki hlusta á þeim miklum látum. En við ætlum að bæta það fyrir næstu vídeo, að hljóðið sé betra. Við erum búin að læra svo mikið. Við lærum rosa mikið. En við erum að hljóðblanda allt efni sjálfar og gera allt sjálfar, þannig að maður er búin að vera tæknimaður og maður er búin að hreinsa klósettinn og þetta er bara, þú veist, á allt þar á milli, sko. Bjarga heiminum. Þetta er stórt starf og fjölbreytt. En en þið endilega bara, eða bara stengið þessu inn. Bara fylgist með okkur á samfélagsmiðlum ef að þið eru ekki farin að gera það nú þegar. Spurning hvort það sé plönum að hafa námskeið erlendis, já, á næsta ári. Við höfum fengið þær upplýsingar frá teyminu að við séum að fara út á næsta ári. Og þess vegna erum við núna að fara að þýða allt efni yfir á ensku. Því við þorum náttúrulega ekkert að óhlýðnast ef við erum ekki undirbúnar þegar kallið kemur, sko. Ég er búin að undirbúa hérna manninn minn að við séum mjög frá að flytja til útlanda og hann er svo rólegur, hann segir bara já. En svo mörg börn, það er gott að skilja þau bara eftir og fara frí til útlanda. Í frívinnu. Í frívinnu. Já. Hvar byrjum? Já, við byrjum mjög líklega í Bretlandi. En við erum náttúrulega opnar fyrir öllu og bara þar sem nást hópar, þar förum við, sko. En við finnum alveg að það er erfitt og vitum alveg að það er erfitt að vera með base á Íslandi ef maður ætlar sér að ná til fleira fólk sem bara Íslendinga. Þá er styttra að ferðast á aðra staði ef maður er með base í Evrópu. En námskeið verður svo sem kennt aftur hér, sko. Já, það heldur áfram. Við erum alveg að vinna í því að koma því yfir á aðra. Þannig að við reiknum með því að námskeiðið hefjist alltaf í september og við verðum þá með framhald eins og ég segi haust og þú veist framhaldið sé þá alltaf hægt að taka hausti og við vitum að við munum síðan fá meira efni. Þannig að það verður svo framhald. Þetta er spennandi. Já, en eftir því sem orkan breytist og við tengjum okkur betur að þá þurfum við eða höfum við fleiri orkustöðvar til að vinna með. Og það er svo magnað. Og það er svo magnað sérstaklega þegar maður fer að vinna með orkustöðvarnar sem eru ekki í líkamanum manns og innihalda ekkert karm. Þetta snúast bara tengingar. Það er alveg magnað. En já, annars bara höfum við svo sem lokið svona formlegu máli okkar. Nema að sé einhver sem vill segja eitthvað, þá er það líka velkomið. Það er eitthvað dillilega þess virði að fara í þetta ferðalag og gefa sjálfur sér þess að gera. Ég held að eins og Lilja sagði þetta er eiginlega ekkert til lýsa þessu. Þetta er bara eitthvað sem gerist inn í manni og þú veist, hjarta stækkar og eins og þeir langar að gefa meira, þú veist, og þannig aðrir virkir það saman. Þetta er meira en þetta, bara hugsið ykkur þetta, þú veist, en ég hvet, þú veist, þeim flesta til þess að gefa sér þess að gera. Þetta er í rauninni eitthvað sem þú gefur sjálfur þér og fólkinu kring það líka. Það er eitt orðið yfir þetta. Og það er þegar maður er klára þetta svona komin úr dífinu sem maður tekur á tímabili. Það sem stendur uppur er allt umfaðmandi kærleikur og það er ekki hægt að útskýra þetta. Það er eina orðið sem ég á til yfir þetta, en betra hef ég ekki gert fyrir mig en að fara á þetta. Og ég gerði stóran hlut síðustu helgi sem snerist fyrirgefningu. Og þannig var ég til að grípa í að keyra strætó á milli Reykjavíkur og Akureyrar. Það var skýjaður himinn og fattar allt í einu bara regnbogaglitar að dansa þarna á himingeimnum og svo heyrði ég bara hvað ég á að gera. Svo ég fór eftir því. Og það er bara þetta einu orð en samt ekki hægt að lýsa þessu. Þetta er eitthvað alveg, þetta er magnað. Þetta er besta sem ég hef gert fyrir sjálf mig að hafa farið í eitt og annað, þetta er það besta.
Þetta situr djúpt í sjálfum mér, þetta orð. En svo náttúrulega það sem maður getur náttúrulega alveg keypt sig inn á svona námskeið og lært rosa lítið, sko. Þetta snýst bara allt líka það að þú færð út úr námskeiðinu það sem þú ert tilbúin að leggja á þig, sko. Og því meira sem þú ert tilbúin og því heiðarlegri sem þú ert við sjálfa þig, já, og þá færðu meira. Hvað sagði þau? Manni gefst. Þú ferð á þetta og þér gefst tilbaka. Ég er búin að fá það margfalt, ekki bara í upplifunum sem ég heldur fjárhagslega líka. Þú skuldur okkur meiri pening. Já. Það er næsta. Það er framhaldið af framhaldinu. Já. Þessi Takk fyrir. já, heyrðu, æðislegt. Takk kærlega fyrir þetta, stelpur. Takk innilega fyrir okkur. Takk Eigum við að vera kærlega. saman nú? Já. Er ekki bara glæruður upp? Það er ekki mynd. En við náttúrulega erum á samfélagsmiðlum, hvernig við getum að fylgjast með, setjum myndir af frábæra hópnum sem er núna og allt það sem er í gangi. Og það kom örugglega fullt af myndum eftir helgina þegar við ætlum að fara saman út á bænum og hafa voða gaman. Og Þórdís rútubílstjóri. já, það verður sko ekki rúta, það er lágferðarbíll. Til við sækja á morgun. En við þökkum fyrir Já, okkur. takk kærlega. Og svo munum við hlaða upptöku, við munum svo að, já, takk sömuleiðis allir sem hafa verið að Zoom. Við munum setja upptöku á YouTube og senda ykkur linkinn, þannig að þið getið hlusta aftur ef þið viljið. Ok, og sendu kannski glærurnar með ef það vantaði þannig. Þær eru með. Já, Takk fyrir okkur. Takk hérlega.